Takk fyrir. Það má klappa maður. Þetta var glæsilegt hjá þeim. Og við skulum taka sem mest undir með kórnum í kvöld og innilega velkomin í guðsþjónustu hér í Lindakirkju og til hamingju með dag íslenskrar tungu sem senn á enda. En það sérstaklega ánægjulegt fyrir mig að geta bara talað íslensku í kvöld af því að síðast þegar þessi góðu hjón voru hér, Rolf og Úlla, að spila fyrir okkur, þá var ég eitthvað að bögglast við að tala við þau á ensku sem að fór ekki vel á því heldur af því að þau koma frá Þýskalandi. En ég bara hef svo lítið sjálfstraust í þýsku. Þannig að nú get ég ávarpað þau á íslensku vegna þess að þau hafa hlotið frábæra kennslu hjá honum Þorgils síðustu árin og bara skilja allt sem ég að segja. Og nú skilja þau þar sem að ég sagði áður en þau skildu ekki að ég kalli ykkur alltaf himnasendinguna frá Hannover. En þau koma frá Hannover eins og svo mæta hljómsveit Scorpions. Takk fyrir Rolf og Úlla, innilega. Við fáum að heyra meir í þeim og eftir hérna undir bæninni. Þau hafa oft komið hérna og spilað með okkur í guðsþjónustum en ég finn það bara í dag að það allt og langt síðan fyrir mitt leyti, enda var ég í burtu í heilt ár. En við tökum vel undir bæði í svörum og messusöng í kvöld, hvet ykkur til að vera aktív í því, og við skulum hefja stundin á því að signa okkur og biðja saman upp á spænina. Við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Mun ég
Tökum undir miskunnarbænina, Drottinn miskunna þú oss. Drottinn miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Drottinn miskunna þú oss. Drottinn miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Syngjum saman dýrðarsönginn. Það bara stuð á bekkjunum. Frábært. Nú nálgast áramót, það segja í kirkjunni. Í dag næst síðasti sunnudagur kirkju ársins, sem þýðir á næsta sunnudag síðasti sunnudagur kirkju ársins, sem þýðir þá þar næsta sunnudag fyrsti sunnudagur í aðventu, sem markar alltaf nýtt kirkjuár. Og textarnir sem við fáum í kvöld, ég ætla að lesa þá fyrir okkur. Það fyrri ritningalesturinn, eða leksían, úr spádómsbók Sefanía, þar sem segir: Hrópaðu af gleði, Síónardóttir, fagnaðu hástöfum Ísrael, þú skalt kætast og gleðjast af öllu hjarta, dóttirin Jerúsalem. Drottinn hefur ógilt refsidóminn yfir þér, hann hefur hrakið fjendur þína á brott, konungur Ísraels, Drottinn með þér, engar ófarir þarftu framar að óttast, á þeim degi verður sagt við Jerúsalem, óttastu ekki Síón, láttu ekki hugfallast, Drottinn Guð þinn hjá þér, hinn frelsandi hetja. Hann mun fagna og gleðjast yfir þér, hann mun hrópa að fögnuði þín vegna eins og á hátíðisdegi og hugga með kærleika sínum. Og þannig hljóðar heilaga orð. Guði sé þakkar gjörð. Síðari ritningalesturinn úr Hebreabréfinu og þar segir: Gætið þess, bræður og systur, að hafa ekkert illt í hjarta og láta engar efasemdir bæja ykkur frá lifanda Guði. Uppörfið heldur hvert annað, hvern dag á meðan enn heitir í dag, til þess að enginn forherðist af táli syndarinnar. Því að við erum orðin hluttakar Krists, svo framarlega sem við treystum honum staðfastlega, allt til enda eins og í upphafi. Þannig hljóðar heilaga orð. Ég sé þér, Drottinn. Yeah.
Við skulum rísa á fætur og heyra heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. En sagði Jesús þessa dæmisögu, þá líkt himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðgumann með lampa sína. 5 þeirra voru fávísar en 5 hygnar. Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér, en hinar hygnu tóku olíu með á könnum ásamt lömpum sínum. Nú dvaldist brúðgumannum og urðu þær allar syfjaðar og sofnuðu. Miðnætti kvað við hróp: brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku lampa sína. En þær fávísu sögðu við þær hygnu: gefið oss af olíu yðar, það að slokna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu: nei, hún nægir aldrei handa öllum. Farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Seinna komu hinar meyjarnar og sögðu: herra, herra, ljúk upp fyrir oss. En hann svaraði: sannlega segi ég yður, ég þekki yður ekki. Vakið því, þér vitið ekki daginn né stundina. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur, og við skulum játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Þá ætlar hún Áslaugu að flytja okkur lagið sitt Ég á leið ásamt Kór Lindakirkju og Óskari og Palla. Ég er
Já, ég verð að segja ykkur frá því sem ekki vitið að þetta lag er alveg að finna á Spotify, nefnilega kórinn þessi, Kór Lindakirkju, gaf út disk og efni sem er aðgengilegt á Spotify, bara leitið á Kór Lindakirkju. Þar er diskurinn með þessu frábæru lagi og fleiri sem kom út 2014. Nú er Áslaug 11 árum eldri og gefur ekkert eftir með hæsta tónin eða neitt. Já, ég er á leið. Við heyrðum konur sem áttu að ganga einhvern spöl sem kannski er erfitt að átta sig á hvaða spölur þetta var eiginlega. Það er nefnilega þannig með dæmisögu Jesú að þær hittu beint í mark hjá samtímanum. Það vissi allt fólk hvað hann átti við þegar hann segir þetta himnaríki sé eins og þetta brúðkaup. Það er að segja þessar 10 meyjar sem biðu eftir brúðgumannum og svoleiðis og við bara, hvað er verið að tala um? Hvað er átt við? Við myndum skilja það líkt himnaríki og brúðir sem var að kasta vendi aftur fyrir sig, en svo kannski eftir 300 ára myndi enginn vita hvað átt að vera við. En siðurinn sem hann er að vísa í er sem sagt þessi að þegar brúðguminn var búinn að útbúa framtíðarheimili fyrir brúði sína, þá kom hann og sótti brúðina og svo var haldin brúðkaupsveisla. Og þetta voru þessar 10 ungu dömur biðu eftir brúðgumannum og áttu svona ganga í skrúðgöngum með lampa á undan honum og lýsa honum leiðina. Þetta átti að vera hátíðlegt og fallegt. En svo leið og beið og eins og við heyrðum það voru 5 þeirra, þær voru hygnar og hinar fávísar. Það er svo gaman að upphefja þessi orð á degi íslenskar tungu, að vera hyggin og fávís. Og þær hygnu hugsuðu það að vera með nóg af olíu á lampanum, þannig að ef að brúðgumannum skyldi nú dveljast sem og gerðist. Svo heyrðum við þetta, hinnar bara skrupp út í búð og ætlaði að kaupa meiri olíu og mistu af brúðkaupsveislunni. Það bönkuðu og brúðguminn sagði, ég veit ekki hverja þið eruð. Það voru seinar. Og maður getur spurt sig, hvað merkir þetta? Jú, þegar við nálgumst lok kirkjuársins, þá er beint sjónum að því sem að bæði Gamla testamentið og Biblían fjallar og við meira segja höfum í trúarjátningun okkar að einhvern tíma muni þessi heimur líða undir lok tímana. Það er vissulega verið að vísa í það. Og þá er það brúðurinn sem að þarna beið brúðgumans hefur líka verið táknmynd upp á kirkjuna og svo brúðguminn sjálfur er Kristur. En það sem ég held að skipti meira máli og standa okkur nær hlýtur að vera að það er kannski svolítið fjarlægt okkur þó að við fáum alls konar heimsendaspár frá alls konar fólki síðustu áratugina og langt aftur, þá er það afar mikilvægt að við lítum okkur frekar nær. Vegna þess að eitthvað fjarlægur heimsendir er eitthvað kannski sem að snertir okkur ekki beinlínis dagsdaglega nema þannig að svona almennum áhyggjum af því hvernig allt kynni nú að fara. Ég held að flest fólk hafi upplifað einhvers konar heimsendir nokkur sinnum á ævinni jafnvel. Það er að segja að manni líður eins og öllu sé kippt undan manni. Eitthvað atvik verður, andlát, alvarlegir sjúkdómar eða atvinnumissir eða hvað sem og manni finnst bara eins og fóturinn sé kippt undan manni. Þannig að við vitum bara þetta að það líður allt undir lok. Það er ekki sem að stendur í rauninni eilíflega. Og það er þetta sem við þurfum að hafa í huga með olíuna. Og hvað er olían? Hvað merkir þessi olía? Það er að vera vakandi. Það er að vera viðbúin. Viðbúin hverju?
hverju sem er. Og líka þetta að lifa í þökk og lifa í kærleika, það það sem að í rauninni smyr hjól dagana, má segja. Það olían sem að smyr hjól dagana, það kærleikurinn og það bænin og það það að vera viðbúin því að bara, vera bara njóta þess að hvíla í Guði á hverjum degi og þá erum við betur tilbúin til að takast á við áföll dagana. Eins og segir í Hebreabréfinu, og ég las upp hér áðan, uppörfið heldur hvert annað, hvern dag meðan enn heitir í dag. Hugsið ykkur hvað þetta fallegt, meðan enn heitir í dag. Og það hvatning til okkar að við pössum upp á hvað sem það sem okkur finnst vera olíun okkar, að við höldum fast í það, það að segja trúna á Guð og fylgjum honum og leyfum Guð að gefa okkur og næra okkur og smyrja okkur til daglegs brúks og gleyma því aldrei. Og þannig ryðgum við ekki og þannig slokknar ekki á eldinum okkar og þannig erum við viðbúin. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Þetta var dásamlegt hjá okkur. Nú komið að bænastund og bænaaltarið þarna við vegginn eins og þið þekkið og að gera kveikja á ljósi ef það eitthvað sem að hvílir á hjarta okkar sérstaklega. Nú eða þá skrifa bænarefni niður og setja það í raufina hjá kertaaltarinu
Þarna við hliðina eru bæði pennar og blöð til að skrifa á. Meðan við byggjum þá ætlaðu Rolf og Úlla að spila eitthvað fallegt fyrir andan og ég hvet ykkur til þess að við skulum leyfa okkur það að eiga persónulega stund frammi fyrir Guð og leggja fram fyrir Guð þar sem á hjarta okkar hvílir. Við ljúkum bænastundina með að biðja saman bænina sem Jesús kenndi, Faðir vor. Og þegar ég hef Faðir vorið þá takið þið að sjálfsögðu undir með mér.
Drottinn, við þökkum þér fyrir að við getum lagt alla hluti fram fyrir þig. Þú þekkir þær bænir sem að hér hafa stigið upp til þín í kvöld. Ég vil sérstaklega fela þér bænarefni sem að hafa verið okkur fólkin. Ég vil biðja fyrir manni sem að fara í nýrnasteinaaðgerð í vikunni og sömuleiðis felum við hana Steinunni Ellu sem að einnig á leiðinni í aðgerð og við felum þér hana Drottinn og biðjum að vaka yfir henni og fólkinu hennar, gefa allt gangi vel. Drottinn minn, svo felum við þér líka þann unga Samúel sem að mörg okkar þekkja og biðjum að blessa hann og það fólk sem í kringum hann í hans sorg. Biðjum að nálgast og gefa þinn kraft og þinn styrk og þinn frið umfram allt. Við felum þér alla bænirnar okkar og allt það sem að hvílir á okkur í bæninni sem að þú kenndir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Dag
langar nú áður en að við flytt blessununa að við bara blessum þau hjónin sérstaklega fyrir þeirra framlag hérna, Rolf og Úllu í kvöld. Takk kærlega fyrir þetta. Og ef við ekki að láta svolítið að klappi fara til Kósis og Óskars og Palla líka. Svo maður sem svolítið eins og vindurinn. Við sjáum hann ekki en við sjáum hvað hann gerir og það hann Björn Ingi sem situr upp á svölum og stýrir glærum og útsendingu. Ef ekki að gefa honum gott klapp líka. En þá skulum við rísa á fætur og þiggja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Nú ætla ég að bregða aðeins út af vananum. Við förum venjulega með förum í frið og þjónum Drottnum í gleði og segjum já, gerum það. En ég að hugsa að gera það áður en við förum að syngja þennan dásalega kvöldsálm, að við tökum svona kraftinn með okkur úr því og svo friðinn úr sálminum með okkur hérna út. Þannig að nú segi ég, förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það. Og syngjum svo saman og vef mig vængjum þínum.